Duty Black Ops 3 lendir í Elko 7. nóvember. Tryggður eintak á elko.is. Elko, einfallega lægra verð. Já, þá er komið að leikidómið fyrir þann leik sem að margir hafa beðið hvað spenntastur eftir í þennan veturinn. En það er Star Wars Battlefront. Star Wars æðið er rétt að hefjast og það mun líklega byrja með þessu leik og Ólafur Þór Jóhannesson búinn að spila. Star Wars Battlefront. Wow. Já, ég búinn að spila fyrst betuna og þá fekk maður smá svona bragð á leiknum. Já. En nú er leikurinn sjálfur að detta inn og ég er búinn að vera að reyna í gegnum að síðustu dag og ég ætlum aðeins að fara svona yfir bara hvernig það virkar, hvað hann gengur og svona smetla á góðum dóm. Herru, ef við byrjum bara á svona eins og við gerum dómum svona sögutræði leiksins að þá er hann bara ekki mikið til staðar. Hann er bara nánast ekki neitt til staðar. Heldur er þetta bara svona ákveðin verkefni sem að þú dettur inn í leiknum og þetta er ekkert eins og sögutráðin í myndinni eða neitt þannig en það eru Battlefront leikindi meira gang út á multiplayer að fara á netið, keppa á móti öðrum og svo framvegis. En við ætlum að fara betur í hvernig þetta er byggt og þannig að þetta er ekkert svona að vera tengið af nýju myndir að nema bara ákveðna plánetu sem að eiga það sameiginlegt að vera í myndunum. Nú, ef við sjáum eins og við sjáum hérna á skjánum til að byrja með, þetta tekur á móti manni. Það er multiplayer, af því að þú sér það er náttúrulega bara hjarta leiksins og svo kallar missions þar sem að einn eða tveir geta farið saman, annarkvort gerum netið eða bara í split screen á sjónvarpi. Og við prófum þetta nú hérna áðan og þá getum við verið á móti öðrum, þú varst hérna vondugaurarnir og ég þeir góði og við vorum að einmitt bara skjóta ákvæmdanir í split screen með gaurum sem að tölvan stýri. Nú, ef við byrjum bara að fara yfir það, það er hægt að velja í rauninni þrennt. Það er training, bara hvernig þú ert að læra á leikinn og svo framvegis. Svo er battles, þá í rauninni vorum við að keppa, við gátum ekki saman í liði, vorum að keppa á móti hver öðrum en vorum við fullt af svona tölvustýrum hjálpar guttum með okkur. Sem voru gagnslausir, segja. Já, gagnslausir. Þeir voru gagnslausir. Þeir voru fallbyssu fóðu fyrir mig, skal ég segja. Þú fannst til hamingju með lífið. Já, takk. Takk. Nú, svo er survival og þá getum við verið saman á móti tölvunum. Og það er hægt að velja, þú veist, að gera þetta erfiðara, alls kyns erfiðleikastig og eins og við sjáum hér, það er hægt að velja pláneturnar og svo fær maður ákveðin kredit og kreditin gangi upp á að kaupa ný vopn og svona fyrir að klára þetta. Þannig að það er mjög gott að fara í gegnum þetta því að eftir því sem maður gengur betur þá getur maður fengið meira kredit. Nú, multiplayer. Það er nú það sem þetta snýst allt hérna og það er hægt að velja nokkur multiplayer mót og það sem ég verið að spila mest það er hérna bara Team Deathmatch sem heitir Blast. Nú svo er þetta að fara hérna til dæmis Droid Run sem er í rauninni bara svona þrjú vélmenni sem þjóta og maður á að reyna að ná þeim niður. Þetta hefur verið að spila svolítið Fighter Squadron, það voru í svona loftbardugum. Þú getur bara valið TIE Fighter eða X-Wing og ert að bara þvælast heimilgeiminn og ert að skjóta niður annað. Þannig að þetta eru risastóru loftbardagar sem að alltaf 20 leikmenn geta spilað í. Og svo ertu með Walker Assault, það var þar geta 40 verið að spila í einu og þar ertu með þar ertu með svona þessa stóru walkerana sem er fjara fóta kvikindi. Nú svo eru Supremacy, þú ert að verja ákveðin svæði og svo eru til alls kyns svona. Það sem er kannski nýtt og svona sérstaklega leikinn er Heroes vs. Villain. Þar getur þú nota hero karakterinn sem er í leiknum eins og Luke Skywalker, Han Solo, Boba Fett, Svarthöfða og fleiri sem er inn í þessu og þarf það annarkvort að venda hetjuna eða hérna er bara að playa þessa single hero against a squad of enemies. Þetta er svona allskins notar hetju kvikindin. En ef við förum aðeins inn í bara til að sýna ykkur hvað maður gerir til að ranka gaurana og svona þá getur maður að fara hérna bara inn í lobbyið og sjáum bara hvernig þetta virkar. En annars er þetta bara mjög svona fín spil ef við bara keyrum á stýringarnar og svona. Það er bara mjög fluid, þægilegar. Þetta er náttúrulega liðið sem býr til Battlefield og þetta eimir svolítið af því. Já, þú meinar. Þú getur spilað leikinn annarkvort í fyrstu eða þriðju persónu. Þú ræðir því bara eftir hvað hentar mönnum og svo er þetta að velja náttúrulega helling af vopnum og það eins og gerist og gengur. En við erum ætlum að detta hérna í og kíkja inn í eitt lobby og sjá hvernig það virkar.
Og þetta unnið skjáin sem blasir við manni þegar maður fyrir multiplayer og það getur að fara í Star Card Hand og þetta svolítið nýtt kerfi þannig að getur alltaf verið með 3 spil á hendi í leiknum og það getur verið handsprengja, það getur verið þarna með svona pulse-kanon sem mjög öflug svo getur verið sniper-rifla og ýmislegt fleira og þú bara kaupir spil með að fara inn í það og svo getur alltaf haft 3 á hendi og þetta ágætt kerfi, þetta virkar, maður getur svona stilt upp karakterinn með því. Nú, svo bara statsarnir í rauninni og það ágætt, þú getur séð þetta svolítið dítilega hvað þú búin að gera í gennum leikinn. Og svo það semst unlocks, það bara gaurinn sjálfur, það eru blasterar, það eru bara vopnin, þú getur keypt þau fyrir pening sem þú vinnur inn með að spila og svo ertu með ákveðin vopn og það damage, rate of fire, range og cooling power. Þú ert ekkert að reloada í þessu leika því að þetta geislabissur, það geta ofhitna. Nú, svo getur þú búið til gaurinn, bæði hvernig viltu hafa hann, það kona, maður, síðan var aðeins meira slimmað og kona. Og svo getur þú haft líka hjálmlausa. Þannig að þú getur valið svona nokkað, séu hérna, Svessin. Já, þetta flott maður. Svessi, Stormtrooper maður. Þetta ég væri kannski meira svona. Næ, sælir. Þannig og svo þetta að vera bara með allskyns Stormtroopera. Og svo getur maður valið líka svona emotes. Maður getur valið svona ákveðna, hvernig maður getur sett svona ákveðna kveðjur eða stöf. Og það unlockar maður bara eftir því sem maður gengur lengra. Nú, svo þetta bara, ef við komum inn á grafíkinu í leiknum, þá hún bara með því besta sem ég séð í skotleik. Þetta bara eitthvað fáránlegt í alvöru þetta. Það svoleiðis? Já, það bara fáránleg grafíkin í þessu leik. Hún hrikaleg, það eru svona skógarsvæði, þar sem allt svona lifandi skógurinn, öll trén og allar plöntur að hreyfast og það eru ívokarnir, litlu bangsarnir, maður sér það á hlaupin í húsin sín þegar maður kemur að, þannig að það eru rosa mikið dítel í þessu allu og það allskyns lendingastöð fyrir fálkan, þá sér maður hann í allri sinni dýrð og að berjast í kringum hann sko. Þannig að grafíkin stórkostleg. Hljóðið verð ég að segja stórkost líka því að þarna ertu með náttúrulega allt tónlistaskorið bara úr Star Wars myndunum komið á eitt stað og vera í multiplayer online með John Williams skorið bara í botni undir það náttúrulega, það gefur manni gæsahúð, það bara þannig og öll hljóðin og allt þetta tekið beint úr hljóðbönkunum hjá Lucas film þannig að þeir researchuðu allt og það skila sér mjög vel inn í leikinn. Það ótrúlegt. Já, það hreinlega ótrúlegt. Spilurinn bara eins og segja nokkuð mikið af fjölbreyttum multiplayer modes grafíkin stórkostleg, soundið stórkostlegt. Ég mikill söguþráðamaður, ég vilja hafa eitthvað söguþráð inn í þessu en ég skil að það vesen og þið sem hafi snefil af Star Wars áhuga hunskisti og náðu ykkur eintak því að þetta einn af leikjum ársins, það bara þannig. Call of Duty Black Ops 3 lendir í Elko 7. nóvember. Tryggður eintak á elko.is. Elko, einfallega lægra verð.